Einar, þú ert búin að skrifa margar bækur Sturlungu, þú ert búin að lifa og hrærast í Sturlungu í ansi langan tíma. Hver uppáhaldspersónan í Sturlungu? Það sem að dró mig fyrst að þessu sem söguefni var náttúrulega Þórður Kakali. Mér fannst þetta svo merkilegu náungi. Í og með vegna þess að hann elst upp í eins og aðrir í skugganum af merkilegum bróðu sínum sem var ættarlaukurinn. Sá stefnir á landsyfirráð. Maður sér ekki að Þórður hafa haft áhuga á þeim, hann hins vegar á engan annan kost en að berjast fyrir landsyfirráðum, ella hann dauður. Og hins vegar, þegar eftir því sem maður kynnist þessu fólki meira eins og ykkur sagði, þá var Sturla Þórðarson alltaf meira og meira minn maður. Bæði, sko, hann er mannkostamaður, maður sér að hann er fjölskyldumaður, hann er friðsemdarmaður, en náttúrulega, sko, ofan og það er hann ritsnillingur. Og á hinum enda litrófsins, hvaða persóna er verst við í Sturlungu? Mér er ekki stórlega illa við neitt og maður svona hafði allan fyrirvara á sér þegar maður var að kynnast sumum fyrst, eins og til og með Gísla Þorvaldssyni. Það er voða erfitt að fyrirgefa honum morðið á Snorra og sumt annað, en á móti kemur maður hlýtur líka að hafa vissa samúð með honum. Hann er ekki upphafsmaður að átökum þó hann reynist vera hinn grimmasti þegar hann er komin út í þau og maður sem á einni nóttu missir ekki bara heimili sitt, heldur líka eiginkonu sína og alla syni. Manni getur ekki verið illa við hann. Þannig að svarið er að þér er ekki illa við neitt í sögunni, í raun og veru? Nei, það er svona menn sem að spila minniháttar rullu eins og til og með Þorvaldur og Vatnsfirðingur. Maður sér á löngu færi að þetta var bara ódámur, sko. En við getum nú ekki svona, ég ætla nú ekki fara 700 árum seinna að fara sko að leggja honum neitt mikið til lasts. Örlega ríkasti atburður sögunar, hver er það? Ég held að það hljóti að vera flugumýra brenna. Vegna þess að þarna er búið að vera í langan tíma þessi feiknilega ófriðaröld í landinu með mannskæðum bardögum, með morðum og illvirkjum og þarna er í rauninni þetta augnablik að ljúka þessu með sáttum. En í staðinn fyrir að þessu verður lokið með sáttum, þá eins og við vitum, þá er gerð þessi árás og í rauninni eftir það verður ástandi í samfélaginu vegna ófriðar og hefnda verra heldur en það hafi verið fyrr. Örstutt, hvaða augum líturðu ættarlauk Sturlungana, Sturlu Sighvatsson? Sko, ég held að hans lýsingin á honum, eins og við sjáum hana í skrifum Sturlu frænda hans, Þórðarsonar, sé mikill lykill að mörgu í okkar miðaldabókmenntum. Hann horfir á þennan mann fullur aðdáunar eins og allir aðrir. Hann segir á einum stað þegar hann kemur á alþingi á þessum hvíta hesti sínum, álftarlegg, þá rauninni sko missir hann sig frá þessum hlutlaga stíl og segir að hyggju að menn hafi ekki séð hann aðeins glæsimenni fyrir að síðar eitthvað slíkt sko. Og hins vegar, það er rauninni allt ætti að liggja fyrir honum. Hann er kvennagull, hann eignast þessa fallegu konu, hann er þetta glæsimenni, hann er laukur ættarinnar, en hvað verður út úr því? Hann er drepinn eins og hundur. Og ég held að þarna hafi kviknað setning í huga Sturlu Þórðarsonar sem er svona það er sitt hvað gæfa og gjörðu leikur. Og það eru íslenskar miðaldabókmenntir furðu mikið. Menn eins og Grettir Ásmundarson, Gunnar og Hlíðar. Grettir sögumennir. Já.